Úlfhildur Úlfsögu hér með októberleiðsögn fyrir Meyju. Þetta almenn leiðsögn á við fyrir suma og aðra ekki, en kemur vonandi að gagni fyrir þá sem þurfa á því að halda. Og til gamans þá alltaf skemmtilegt að athuga með önnur merki úr stjörnukortinu sínu og þá maður í sérstaklega með tunglumerkinu sínu eða rísandamerkinu. Þau merki eru oft svolítið afgerandi í lífi okkar. Við skulum byrja því að athuga hvaða Meyju ég er að lesa fyrir. Kæra Meyja, það er svona pínu eins og þú þurfir að vera að tipla á tánum þessa dagana, svona pínu gangandi að eggjaskurn, tipla á tánum og ekki alveg að njóta þeim sem þú. Og það eru aðilar kringu þau sem eru svona kannski ekki allra besti félagsskapur fyrir þig, þó það sé oft skemmtilegt og gaman á tímum og svona verður þetta ekki að vera gott partí, en á sama tíma þá þú ert ekki að vera alveg þú í þeim aðstæðum. Það er mikið í vændum hjá þér og einhverjar breytingar og svona ný hringrás, eitthvað nýtt að byrja og sérstaklega hvað varðar svona þeirri einsta hring, þitt svona prívatlíf, heimilið þitt. Og það er eitthvað meira í vændum heldur en þú áttu von á. Þú kannski áttar þig á því að það sé svona eitthvað að hreyfast og fara að breytast, en þetta er samt einhvern veginn svona miklu meira en þú áttaðir á að þetta yrði. Þú ert þessa dagana svolítið að hlífa hjartaðinu og þarft svolítið á því að halda, heyrist mér líka. En þú ert á vegferð sem er búið að móta svolítið fyrir þig. Erfiðasti hjallinn er að baki. Þetta er ekki lengur fjallganga upp urð og grjót, heldur er búið að leggja hérna leið fyrir þig. Og þú ert að hafa þig á loft í þessar nýju breytingar sem mun færa þér mikla yfirsýn, mikla visku, mikla reynslu og mikinn þroska. Færa þig svolítið á þína vitund upp á svona næsta stig, næsta plan má segja. En við skulum kanna mánuðin fyrir þig og hérna aðeins úr fortíðinni og aðeins úr núið. Það kemur hérna svolítið af því sama og var áðan. Þessi nýja hringrás og hérna þessi tvö, þau voru ekki aðan. Og ögrun. Ráðlegging. Mögulega niðurstöðu. Sko fortíðin er svolítið lituð af einveru og þurfa að vera einn á báti, gera hlutina upp á eigin spýturðust. Þetta var ekki eitthvað sem þú endilega valdir þér og oft hefur fylgt þessu ákveðin einmannaleiki að finnast eins og það sé ekki jafningi til staðar fyrir þig. Þetta hefur ýtt þér út í mikla tilfinningalega vinnu, mikinn tilfinningalega þroska sem þú hefur þurft að taka út og sérstaklega hvað varðar þetta með að upplega svo finnir þér ekki jafningja. Þannig að það hefur í fortíðinu verið ákveðin einmannaleiki hjá þér. Varðandi núið, eins og kom fram áðan, þá í vændum og að upphefjast eitthvað svona nýtt upphaf fyrir þig. Og þetta er eitthvað sem eins og ég sagði áðan líka, að nær miklu lengra en þú gerir grein fyrir. Þetta er stærri pakki en þú áttaðir þig á. Og á mjög jákvæðan hátt. Þetta er mjög jákvæð breyting fyrir þig. Og í rauninni svolítið svona draumakennt og svona fer fram úr þínum stærstu vonum í rauninni. Mun færa það líka mjög efnislegt jafnvægi og jafnvel bæta úr ef það hefur verið eitthvað ójafnvægi fjárhagslega eða innan heimilis, þá mun það jafnast meira úr. Þannig að þetta er einhvern veginn svona
meira en þú áttir von á. Ögrunin þín engu að síður svo að þið þarftu til að fara í svona ákveðin stjórnunarham eða öllu heldur þér hættu til að ætla að stjórna úr ákveðnum ham sem hentar ekki fyrir það sem þú gerir. Núna þarft þú að taka á þig hlutverk eins konar leiðtoga, eins konar fagaðila leiðbeinandi leiðtogi, kennari, eitthvað sem heldur utan og stýrir. Það hlutverk sem þú þarft svolítið að taka á þig núna og það eitthvað sem ögrar þér. Þetta einhvern veginn ekki það hlutverk sem að þér finnst þú passa inn í. Þetta svona, þú kannt ekki alveg að vera þessi típa. Þannig að það ákveðin ögrun í því. En ráðleggingin sú að þetta eitthvað sem þú þarft að gera á þinn hátt, eftir þínum leiðum, þínum aðferðum. Af því að þú hefur þurft að gera svo mikið upp á eigin spýtur, án félagsskaps, án jafningja, án þess að sé eitthvað sem heldur höndun og hjálpar í gegnum og kennir þér. Og þá nýtist þú reynsla rosalega núna í það að ætla að taka á þetta leiðsagnar stjórnunar hlutverk sem býður því. Af því að núna þarft þú að fara að átta þig á því að þú kannt heilmikið, þú veist heilmikið, þú hefur gert heilmikið og þú gerir langt því best ef þú ferð þínar eigin leiðir sem þú hefur skapað þér sjálft í gegnum tíðina. Það ekki, þú getur að sjálfsögðu leita þér alls konar ráða og hvað hefur virkað hér og þar, en það ekki til bara einhver ein handbók fyrir það sem þú ætlar að gera, fyrir þig að ætla að nýtast við til þess að átta þig á hvernig stjórnandi eða leiðbeinandi þú ætlar að vera. En þetta eitthvað sem mun færa þér mjög mikinn sigur og þá ég ekki endilega að tala að þetta sé, þú veist, eins og að vinna í lottó og allt innu bara fullt af peningum út allt, heldur ég meina sko fyrir þig persónulega inn á við mikil sigur. Það kemur svo sem að í heimilis aðstæðunum að þá verður aukið jafnvægi og í fjármunum líka finnst mér að verður aukið jafnvægi. Ég ætla ekki að segja að það verður allt inn einhverja milljónir með bankabókina en í jafnvægi. Og svo líka þetta bara svo mikil persónulegur sigur fyrir þig að fara úr því að vera pínu þessi lone wolf típa sem að átti erfitt með að tilheyra og átti lítinn grundvöll, að vera allt innu komin í þá stöðu og inn í þetta hlutverk að vera stjórnandi eða leiðbeinandi eða leiðtogi, hvað þú vilt kalla það, og finna leið til þess að láta það hlutverk passa fyrir sig. Það risastór sigur fyrir þig. Ekki gleyma því. Og ég ætla að fá hér upp með einsýninu þetta. Það sem að koma hér svolítið að, sko þetta vissulega kaflaskil og kaflaskil alltaf pínu erfið af því að þegar maður lokar á gamlan kafla þá maður líka að skilja við alls konar gamalt sem að hefur fylgt manni í lengri tíma og það ekkert óælt að upplifa trega við að skilja við það, gott eða slæmt eða hvað, og upplega eins og maður sé að missa eitthvað sem maður búin að eiga lengi. Sársauki til dæmis eitthvað sem maður getur verið búin að eiga rosalega lengi
og það getur verið fyrir vikið erfitt að sleppa og losa sig við það fyrir vikið þegar maður svo vanur að eiga það. Þannig að það ómar alveg fyrir því. En þetta eitthvað sem að nú færð þú ekkert alveg þetta ráðið. Að það núna klukkan byrja að tifa og það vera að kalla þig inn í næsta kafla. Þannig að þú þarft að klára að gera upp söknuðinn, sorgina við það að skilja við þetta gamla, erfiðleikann við að fara inn í þessi kaflaskil og halda áfram. Þú þarft líka að ákveða fyrir þig og muna og rifja upp hvernig stjórnandi þú vilt vera fyrir hverju þú stendur, hver eru gildiðin, hverju þú vilt koma áfram. Og fyrir þig þá þetta fyrst og fremst eitthvað sem þú gerir til þess að sýna samstöðu með öðrum og samstarf. Eitthvað sem þú ert að gera þjónustu við aðra, í samvinnu við aðra. Ég sé að það mikið af fólki sem kemur hér að. Og þetta fyrst og fremst samvinna, þó svo þú sért í stjórnenda hlutverkinu og þú þarft að muna alltaf með þér af hverju þú ert að gera það sem þú ert að gera, hver eru gildiðin, fyrir hverju stenduru og gakktu þann veg sem þú boðar. Hræsni ekki það sem þú vilt taka með þér inn í þetta hlutverk. Mundu hvað þú ert búinn að byggja upp nú þegar, hvað þú hefur lært, hvað þú hefur verið að smíða í rauninni í allan þennan tíma, í einverunni, í þroskanum, í lærdómnum. Mundu hvað þú ert búinn að taka mikla þekkingu með þér þó það hafi verið upp á eigin spýtur og notaðu það fyrir þig. Mundu hvaðan þú kemur, hver upprunnin þinn og hver vegferðin þín hefur verið að þessum tímamótum. Afturvarandi niðurstöðuna að þetta stór sigur, þetta stór sigur fyrir þig og þú munt fagna þeim sigri í samvinnu með öðrum. Þetta verður þegar þú hefur náð þessum áfanga og þú áttar þig á þessum persónulega sigri fyrir þig, að þá munu aðrir líka njóta góðs af. Þannig að þetta verður stór fögnuður fyrir þig sem mun nýtast öðrum líka. Ég vil fá hér eitt englaspil fyrir þig. Það erkiengillinn Bútjalíl sem segir vertu sjálfstæður og stækkaðu sjónarmiðið. Þar kemur inn þetta sjálfstæði sem þú og sjálfsvinnan sem þú hefur unnið á eigin spýtur, hjálparlaust. Notaðu það, áttaðu þig á því hversu sjálfstætt það hversu mikið sjálfstæði þú hefur þurft að sýna í gegnum tíðina til þess að komast áfram. Og svo segir hérna stækkaðu sjóndeildarhlið, leyfðu þér að hugsa enn stærra en það sem þú ert að gera núna, af því að þetta sem þú ert að fara út í þetta mun hafa meira áhrif og þetta mun meira pakki en þú áttar þig á. Þetta miklu stærra heldur en þú gera grein fyrir, þannig að leyfðu þér að dreyma stórt. Virkilega leyfðu þér að vera með þannig stóra drauma og markmið að það bara eins og villtar fantasíur. Og hér eitt íhugunarblóm líka. Eða jafnvel 2. Það kemur hér fæðing. Það eru kaflaskilin, það endurfæðingin. Nýtt líf. Og læra. Nýttu bæði það sem búið að læra nú þegar og jafnframt njóttu þess að læra það sem komandi með þessum kaflaskilum í þessari nýju fæðingu þinni, í þessari nýju hringrás. Ég að segja þessari leiðsum lokið. Ég
vona skilaboðin rati sönnur rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.